Það var komið að síðasta lið á dagskrá, það er skýrsla bæjarstjóra, til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hérna kemur það helst úr mínum störfum síðustu 2 vikunar. Þann miðvikudaginn 22. maí var fyrsti hverfisfundur hér í bænum haldinn og fór hann fram í Brekkuskóla. Á þeim fundi voru sömuleiðis bæjarfulltrúar og sviðsstjórar og mér fannst hann takast vel og komu þar fjölmargar nytsamlegar ábendingar fram hvað væri gott í hverfinu og hvað mætti betur fara. Daginn eftir fórum við svo í síðuskóla og héldum áfram uppteknum hætti. Það er alveg ljóst að íbúum til dæmis umferðaröryggi ofarlega í huga og í þeim efnum að sjálfsögðu hægt að grípa til ýmissa aðgerða svo sem lækka hámarkshraða á ákveðnum svæðum. Í haust höldum við svo áfram með hverfafundina sem munu fara fram í öllum grunnskólum bæjarins eða sveitarfélagsins og ég hlakka til að halda áfram þessu samtali. Þann 24. maí var árlegur fundur með fulltrúum lögreglunnar. Þar fórum við fulltrúar sveitarfélagsins, ég með starfsmönnum, yfir sameiginleg verkefni, svo sem í barnaverndarmálum og ýmsum verkefnum félagsþjónustunnar. Það var gott að heyra að þetta samstarf gengur afskaplega vel og okkar starfsfólk fékk mikið hrós frá lögreglunni. Það kom líka fram að eins og hefur svo sem komið fram hér áður að lögreglan þarf að skera niður innan almennu lögreglunar og það vægast sagt bagalegt í þeim verkefnum sem virðast vera óendanleg hjá þeim. Og þessi verkefni verða sífellt umfangsmeiri og flóknari og á sama tíma skiptir þessi grunnþjónusta gríðarlega miklu máli en virðist ekki fá næga athygli. Mánudaginn 27. maí heimsótti ég Sólveigu Elvínu Sigurðardóttur sem fagnaði 100 ára afmæli sínu deginum áður og færði ég henni blómvönd frá bæjarstjórn Akureyrar. Þetta var virkilega notaleg heimsókn og hún Sólveig alveg ótrúlega býr ein íbúð hérna út í bæ og fylgist vel með því sem að vera í samfélaginu. Og við áttum óskaplega gott spjall og hún fylgist með hvað bæjarstjórnin að gera. Þannig að það var gaman að heyra að fólki missir ekkit áhugann þó það eldist. Síðasta vika var helguð vinabæjarmóti sem fór fram í Vesturós í Svíþjóð og fórum við forseti bæjarstjórnar Halla Björk Reynisdóttir saman til Vesturós. Og við áttum þar óskaplega skemmtilega og upplýsandi daga með vinum okkar frá Norðurlöndunum þar sem við funduðum sameiginlega málefni og heimsóttum síðan fyrirtæki í eigu sveitarfélagsins og öflug fyrirtæki í bænum og það er gaman að segja frá því að mjólkurkýrin þeirra að sjálfsögðu líka raforkufyrirtæki sem ekki bara með vatnsaflsvirkjanir heldur líka að brenna sorpi og fórum við Halla og skoðum sorpbrennsluna og fengum kynningu á fyrirtækinu sem margslungið. Það er ekki bara eins og Norðurorka okkar heldur líka öll sorphirðan og sorpiðingin þar inni og Vesturós mikið fyrirmyndasveitarfélag, þeir skulda ekki krónu og við sáum það vel og vandlega á þessu samfélagi sem óskaplega flott og þarna öflug fyrirtæki sem skila miklu til samfélagsins og taka ríkan þátt í samfélaginu sömuleiðis. Og þarna uppbyggingaverkefni í gangi þar sem unnin í samvinnu við þau stórfyrirtæki sem í bænum. Við heimsóttum ABB fyrirtækið sem sérstaklega með róbóta fyrirtæki sem var stofnað á 19. öld og síðan nýtt fyrirtæki sem í framleiðir batteri fyrir rafbíla og skoðum bæði þessi fyrirtæki vel og vandlega og fengum kynningu á starfsemi þeirra og það var
ákaflega gaman. Fulltrúar sveitarfélagana munum koma til Akureyrar á næsta ári og við hlökkum mikið til þess að sýna þeim okkar samfélags sem við getum alveg verið mjög stolt af. Nú í gær og í dag þá hef ég fundað með forstöðumönnum ásamt sviðsstjórum og eru þessir fundir hugsaðir sem eins konar upptaktur að gerð fjárhagsáætlunar. Og mjög nauðsynlegt að hitta stjórnenduna í upphafi þessarar vegferðar þannig að við séum allar sömu blaðsíðunni. Við þurfum að heyra í þeim hljóðið hvað er í gangi, hvað ber hæst, einhverjar sérstakar áskoranir í farvatninu sem þarf að taka tillit til í fjárhagsáætlun og eitthvað sem má kannski draga úr og þar fram eftir götunum. Og þetta er búið að vera mjög fínu fundir, við erum svona það bil hálfnuð með þetta samtal og munum halda því áfram núna í næstu viku. Ég læt þetta duga. Það er bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskrá tæmd. Eftirtalda fundagerðir eru lagðar fram til kynningar afgreiðslufundur byggingafulltrúa 17., 23. og 30. maí, bæjarráð 23. og 30. maí, fræðslu og lýðheilsuráð 13. maí, skipulagsráð 29. maí, umhverfis- og mannvirkjaráð 21. maí og velferðarráð 22. maí og þessar fundagerðir má nálgast á heimasíðu bæjarins. Þá segi ég bara fundi slitið og takk fyrir góðan fund, svo klukkan 35 mínútur yfir 4.